Hefurðu sjálfur átt viðskipti í gegnum það sem hefur verið skilgreint sem skattaskjól, átt þar eignir eða farið með peninga í gegnum svoleiðis apparöt? Nei, ég hef ekki verið með neinar eignir í skattaskjólum. Ég hef ekki verið með neitt slíkt og á engin hlutabréf eða neina slíka hagsmuni í dag. Í þessu tiltekna máli er að því mér virðist allt reynt til þess að gera fjármálaráðherrann eða jafnvel fjármálaráðuneytið tortryggilegt. Hverjir halda því á lofti? Fyrst og fremst pólitískir andstæðingar. Í þeim tilgangi að segja menn vera að draga lappirnar eða þvælast fyrir. Þannig að þú hefur aldrei átt eignir eða átt viðskipti í gegnum þessi svokölluðu skattaskjól? Nei, það hef ég ekki gert. Það mál sem að beinist að mér er þegar að horft í gegnum formið óskaplega einfalt. Það eru kaupa fasteign og síðan endurgreiðsla á því kaupverði og afskráning félagsins. Það er það sem gerðist í því máli. Hvernig getur þú sagt það sé einfalt, Bjarni? Þú kaupir fasteign í Dubai með viðkomu í Luxemburg, eiginlega Panama, Seychellum og Dubai. Þetta eru 4 heimsálfur, sko. Þetta er ekki, fyrir venjulegu fólki er þetta ekki einfalt. Eins og máli horfðu við mér, þá er ég að millifæra í eitt skipti peninga vegna kaupana og ég er að taka í eitt skipti við endurgreiðslu vegna þeirra viðskipta. Mér finnst spillingin góð, la 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 la. Oh, mér finnst spillingin góð, la 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 la. Oh.